Hjörleifur Kvaran var látinn fara sem forstjóri Orkuveitunnar og í framhaldinu hefur hann sagt að aldrei hafi náðst trúnaður á milli hans og nýráðins starfandi stjórnarformans Haraldar Flosa Tryggvasonar. Nýr forstjóri hefur verið ráðinn til bráðabirgða en hans bíður væntanlega að taka ákvarðanir gjaldskrárhækkanir og niðurskurð hjá einhver umdeildasta almannafyrirtæki landsins. Stjórnarformaður Orkuveitunar mun sitja fyrir svörum hér eftir stutta stund. Engin trúnaður var á milli fráfarandi forstjóra Orkuveitunar og stjórnarformansins Haraldar Flosa Tryggvasonar og var sá fyrrnefndi rekinn í fyrradag. Stjórnenda Orkuveitunar bíður það hlutverk að skera niður og hækka gjaldskrá. Haraldur Flosi sestur hjá Helga. Velkomin Haraldur. Byrjaði bara að segja mér í sem fæstum orðum frá því hvers vegna var ákveðið að reka Hjörleif. Nú, það hefur teiknað sig að þau verkefni sem blasa við og eru æði brýn eru bæði yfirgripsmikil og flókin og við sem stóðum að þessari ákvörðun við mátu það sem svo að það væri rétt tímapunktur núna til að fá nýja forystu í fyrirtækið, nýja verkstjórn. Þannig að þið treystuð ekki Hjörleifi til þess að vinna undir ykkar verkstjórn? Já, það getur vafist fyrir þeim sem hafa verið í slungnir aðstæðum að takast á við þær eftir á. Þannig að við mátum það sem svo að það væri rétt að setja 0 punkt, hreint borð og fá nýjan verkstjóra til verksins. Nú þessi tímasetning svolítið verið gagnrýnd síðan að þetta var tilkynnt, til dæmis í því ljósi að það sé verið í þessari erfiðu stöðu sem Orkuveitan í og þið hafið svo mikið verið að heldur að draga dul á að það liggi fyrir að þurfi til dæmis að endurfjármagna ákveðin lán núna fyrir 1. desember, skilst mér, og að Hjörleifur hafi verið komin langt með þá vinnu. Getur þetta ekkert haft áhrif á hana þegar það er verið að skipta manni í brúnni eins og þannig? Þetta skýrir nákvæmlega stöðuna. Verkefnið er að tryggja greiðsluhæfi og Orkuveitunar og hæfni til þess að afla lánsfjár á erlendum og innlendum mörkuðum. Það er verkefnið og þar þarf að skilgreina lykil árangursþætti og koma því í höfn. Já, en byrju, ég er að spyrja þig, hefur mun það ekki hafa áhrif að þið séuð að skipta hvað ég var að segja, hest í miðri á? Ég mun telja að það hafi jákvæð áhrif á það ferli. Við sýnum fram á það að við erum að taka til í fyrirtækinu og bregða eftir aðstæðum. Og þið hafið einfaldlega ekki, var eitthvað sérstakt sem kom upp á, sem ég spurði bara beint, á milli, þið verist þín og Hjörleifs, af því að hann talar um að það hefði aldrei ríkt trúnaður á milli ykkar. Það er nokkuð stór orð. Lá náttúrulega fyrir að við komum til stjórnar fyrirtækins með boðum breytingar. Lá líka fyrir að staðan var ef til vill erfið. Þannig að við vorum vissulega með það í huga að breyta en gáum stjórnendum tækifæri til þess að kynna okkur stöðuna. Hún teiknaði sig mun erfiðar en við ætluðum og þetta er okkar mat við þær aðstæður. Hvað var það sem var miklu erfiðara heldur en þið ástæðu til að ætla? Það liggur fyrir að þörf til gjaldskrárhækkana virðist vera meiri en ætlað var og smám saman í því úttektarferli sem hefur í gangi hefur teiknað sig að það er bæði flókin og erfið verkefni að ræða til þess að ráða fram úr rekstrarstöðu félagsins. Hversu miklu hærri er þessi gjaldskrár þörf heldur en eins og talar heldur en þið reiknuðu með? Núna það einmitt verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Við erum að reyna að komast að því hver er hækkunarþörfin og hvernig verður henni best skilað út í umhverfið og við höfum boðað það fyrir mánaðamót munum við kveða upp úr þetta og það er unnið liggur við að segja nótt sem nýtan dag bæði innan hús og af utanaðkomandi sérfræðingum við að greina það. Já, en þú varst að segja þannig að þið hefðu verið að meta það hefði komið einhverja hluta til óvart hversu mikil þessi gjaldskrárhækkunar þörf var. Það hefði átt þátt í því að þið hefðu ákveðið að skipta mann í brúnni. Var að einhverju leyti verið að leyna ykkur upplýsingum þá? Reynd ekki. Það er komið tiltölulega snemma fram fyrir nýja stjórn, komið fram upplýsingar sem drógu fram alvarlega stöðu fyrirtækisins og við höfum frá þeim tíma verið að bregðast við því. Þetta er liður í því. Ég vil ekki gera Hjörleifa blóraböggli fyrir allt sem við höfum farið að því? Fyrirgefðu. Eru þið ekki búnir að því? Með því að segja honum upp? Með þessu fororði? Nei, ég hef reynt að koma þeim skilaboðum til skila að það er stöðu hans vegna sem að hann víkur núna starfi. Hann hefur verið starfandi árabil í fyrirtækinu og margan hátt verið andlit fyrirtækisins núna síðast sem forstjóri og við teljum það bara trúverðugra og skynsamlegra við þessar aðstæður að skipta forystu. Það vekur nokkur athygli að þið fáið til starfans mann tímabundið, Helga Þór Ingason. Hvers vegna var hann fyrir valinu?
Hann hefur bæði þekkingu og reynslu sem verkefnastjóri og gæðastjóri. Hann hefur flesta þá hæfileika til að bera sem að við teljum æskilega við þessar aðstæður, sem og að við leituðum að manni sem væri nokkurn veginn óumdeildur í stöðuna. Hann er háskólamaður, ráðgjafi og við höfum enn ekki fundið neitt sem að ætti að gera hann vanhæfandi starfsins. Ekki einhver tengsla milli ykkar Helga? Já, hafði það einhver áhrif? Er hann ekki verið í viðskiptum með föðinu til dæmis? Þeir ráku námskeið saman hérna fyrir 10-15 árum þegar faðir minn var ennþá við störf. Ég kom inn í þá kennslu líka og hef notið þess heiðurs að kenna með og hjá Helga núna undanfarin ár. En það hefur verið aukastarf og ég bara er stoltur af því að segja frá því. Þannig að það hefur einhver vinskapur ykkar eða einhver tengsl hefur ekki haft áhrif á það að hann fenginn í þetta? Fyrst og fremst faglegu grundvöllurinn. Ég veit hver maðurinn er og þekki til verk hans. Segðu mér þá næst, Haraldur, af því að það var ekki alveg skýrt á hann, hversu mikið ætlar að hækka gjaldskrána og hvenær? Það liggur ekki fyrir hversu mikið, en það liggur hins vegar fyrir og hefur verið nokkuð tíundað í fjölmiðlum að við ætlum okkur núna mánaðamótin að geta tekið afstöðu til gjaldskrárstefnu. Öll gögn vísa til þess að það sé veruleg þörf fyrir gjaldskrárhækkun, en það náttúrulega hin erfiða ákvörðun, sumpart pólitísk ákvörðun sem liggur fyrir stjórn að ákveða hvernig eigi að deila þessari hækkun út. Hvað finnst þér sjálfum að gera í því? Finnst þér betra að dempa þessu öllu inn í einu heldur en að gera þetta í einhverjum þrepum eins og var búið að gera ráð fyrir að fyrri stjórn? Þetta er erfið spurning. Persónulega þykir mér oft gott að taka stærri skref og vita þá hver staðan er. En þannig er flókin mat þar sem mörg sjónarmið verða að koma fram. Segðu mér annað, því það hefur ekki alveg komið skýrt fram hjá ykkur, en það var svona eitthvað litið gefið í skinn í ræðu borgarstjórnanda en að Orkuveitan, stefna ykkar með Orkuveituna væri eitthvað litið svo að hún ætlaði ekki ef ég skilji það rétt, að einbeita sér að frekari þáttöku í stóriðu til dæmis. Er það? Þetta er alls ekki óskýrt. Þetta hefur komið fram bæði í stefnu Besta flokksins og í stefnu yfirlýsingu borgarstjórnarinnar eftir að hún var stofnuð. Og síðan á eigendafundi þá flutti borgarstjóri ræðu þar sem hann bókaði skilning meirihluta eigandans og svona gaf stjórninni það veganesti að snúa sér að almannaþjónustu en af vegi stóriðju. Hvernig sérðu þá fyrir þér að því að við gefum okkur að það verður nú kannski aftur einhver þörf fyrir orku til stóriðju, gætir þá séð það fyrir þér til dæmis að Orkuveitan myndi ekki standa sjálfi, heldur það er einhver verkefnafjármögnun í slíkt? Þetta snýst alls ekki það. Þetta snýst það að snúa fyrirtækinu út úr virkjanaframkvæmdum fyrir stóriðju, þannig að það eru þá aðrir aðilar að koma að slíku. Þannig að það verður þá, Orkuveitan mun ekki virkja frekar fyrir stóriðju heldur en það sem nú er til samningar eins og til þess varandi norðurálega. Já, við höfum náttúrulega göngum inn í skuldbindingar sem að þarf að standa við og það mun ekki standa á því að við ætlum alveg að virða það. En til framtíðar litið þá er ekki á stefnuskráni að fara í frekari virkjanaframkvæmdir fyrir stóriðju. Takk fyrir komuna í Kastljós, Haraldur. Takk að þér.